Hingað kominn Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor í heimspeki. Vertu velkominn í þáttinn. Þú ert kominn hér norðan af Akureyri og við ætlum að tala samfélagssáttmálann. Þú fluttir erindi fyrir norðan daginn þar sem þú ert að tala samfélagssáttmálann. Þetta hlutur sem við Eva töluðum aðeins áðan og höfum talað reyndar áður og það sem sagt þú ert að velta þér fyrir hvort að samfélagssáttmálinn eða samfélagssamningurinn hafi rofnað í þessu hruni sem var þarna og það svona þessi stóra spurning sem ég varpa til þín. Já, í þessum atburðum öllum, hruninu og afleiðingunum og svo núna þegar skýrslan kemur, þá ekki óeðlilegt að sem sagt, almenningur í þessu landinu velti fyrir sér í hvers konar samfélagi lifi ég. Og þetta sama samfélag og ég hélt ég byggi í fyrir 2 árum eða 3 og þá þarf maður að spyrja sig meðal annars hluti sem eru svona grundvallaratriði eins og samfélagssáttmálinn. Samfélagssáttmálinn í rauninni ekkert annað heldur en leið til þess að lýsa sambandi okkar hvers og eins við okkar eigið samfélag. Og þegar ég að brydda upp á þeirri spurningu að hugsanlega hafi samfélagssáttmálinn rofnað, að þá í rauninni verið að segja að samband okkar við okkar eigið samfélag, það hafi eitthvað gerst í því sem að kannski enginn átti von á. Það hafi allavega orðið mjög alvarleg breyting sem að þýði það að við þurfum að hvert og eitt að minnsta kosti að hugsa mjög alvarlega okkar gang. En hvað í svona nútíma, svona einföldum atriðum í svona nútíma samfélagssáttmála? Sko ég held að í svona samfélagssáttmála bara í samtímanum og þá erum við ekkert að hugsa hann sögulega sko, að þá séu svona nokkrir hlutir, það eru hlutir eins og það samband okkar við lögin og það eru hlutir eins og velferðin, það eru hlutir eins og lýðræðið og hugsanlega þurfum við að líta svo á að hagvöxtur sé hluti af sáttmálanum, en ég hefur svona kannski mestar efasemdir að nefna það en í þessum þáttum öllum að þá í rauninni gerist það í þessari atburðarás allri með hruninu að hinnar lýðræðislegu stofnanir ríkisins bregðast. Hrunið hefur þær afleiðingar fyrir allan almenning í landinu, fyrir mig og þig og alla aðra, að það ekki bara það að lífskjör okkar breytast og versna mjög verulega, heldur þurfum við líka að í gegnum ríkissjóðinn í rauninni að standa straum af þeim kostnaði að koma þessum fjármálastofnunum aftur á fæturna. Og það eðlilegt að almenningur í landinu spyrji sig það hvers konar ríkisvald það eiginlega sem að sofnar svona á verðinum og leyfir hlutum eins og þessum að gerast. Nú þú fer nú yfir þetta í þessum fyrirlestri svona dálítið yfir það sem gerðist. Já, ég gerði, já. Ég var aðeins að skoða það í þessu framjá. Já. Ef maður summerar upp það sem að gerist í rauninni að þá og þetta náttúrulega skýrsla sem fyrst og fremst bankana og það sem tengt þeim, en hún hins vegar ýmislegt fleira. Og þetta varðar fyrst og fremst bankana, það að segja að þeir eru einkavæddir, það fyrsti þátturinn í þessu leikriti og það taka við þeim og þeir sem kaupa þessa banka, kaupa á því virðist fyrir ekki bara sanngjörnu verði heldur allt og lágu, þeir eru óreyndir og það kemur í ljós að þeir kunna ekkert með þetta fara. Svo gerist það held ég 99 í fyrsta skipti að Íslensku banki fær svona mat frá þessum alþjóðafyrirtækjum og getur farið á þennan skuldabréfamarkað á evrópska, þeir byrja þar. Þar í rauninni lykillinn að því sem á eftir kemur. Það að segja þeir þá uppgötvaðir það, þarna geta þeir sótt sér fé
Og þar hefst, það má skipta þessi atburðarás kannski í tvennt, það er að segja fram til 2004 og svo eftir 2004 og vöxturinn á þessum evrópska skuldabréfamarkaði fyrst og síðan á þeim bandaríska með verulega auknum vöxtum og svo lokaþátturinn í spilinu þegar að þeir geta ekki sótt á neina skuldabréfamarkaði þegar að þeir fara að sækja á í innlán í öðrum löndum. Og sem að hefur svo reyndar þær afleiðingar að það er þessi innlán sem eru svo alvarlegasti vandinn sem ekki búið að leysa úr eins og alkunna er. En það er svona annað mál. Það sem að gerir svo er að bankarnir, þeir fara svo ótæpilega með þetta vald sitt að þeir vaxa upp í 9 eða 10-falda þjóðarframleiðslu á þessum 7-8 árum. Og þá, maður þarf að spyrja sig gott og vel, er það ekki fínt? Er það ekki bara gott að þeir uksu svona? Og það virðist vera til dæmis að stjórnmálamennirnir, kannski stærstur hluti almennings í landinu hafi litið svo á þetta, auðvitað var þetta bara fínt. Það nutu allir góðs af þessu en nú eru sem sagt timburmennirnir og þá er nú eðlilegt að menn spyrji sig, var nú kannski ástæða til að fara svona geyst? Og ég held að við verðum að hugsa samanburð. Við sjáum ekki okkur hversu alvarlegt er nema við berum þetta saman við skulum segja við norska olíusjóðinn. Mér er sagt að hann sé svona það bil ein þjóðarframleiðsla Norðmanna og þeir leggja svo mikla áherslu, þeir eru svo hræddir við að setja eina þjóðarframleiðslu inn í hagkerfi hjá sér að þeir halda honum algerlega fyrir utan það og fjárfesta alls staðar annars staðar í veröldinni. Við settum inn í okkar hagkerfi á þessum 8 árum nánast eina þjóðarframleiðslu á ári. Ég skil. Og þetta var bara allt í þessu fína lagi. Í Sviss eru menn núna til dæmis að minnka bankakerfi hjá sér, það var komið upp í ríflega 2 eða 3-falda þjóðarframleiðslu og það er bara meiri háttar vandamál að því þeir telja og við hér var engin svona raunveruleg andstaða við þennan vöxt. Það auðvitað voru menn sem, það voru hagfræðingar sem bent á þetta, það voru sumir, kannski örfáir stjórnmálamenn sem gerðu það. Það voru menn eins og Ragnar Öndarsson. Það er allt saman satt og rétt, en það hlustaði enginn. Og það er það sem er mjög merkilegt og þetta er, það er að segja svona hraður vöxtur í bankakerfi virðist vera bara stór hættulegur. Og meðan alltaf eru þessar eftirlitsstofnanir, þær eru einhvern veginn ekki meðanóttunum og ríkisvaldið ekki heldur. Já, og þetta er alveg makalust að það er þegar ég er nú ekki búinn að lesa alla skýrsluna en það sem að mér fannst valda mér mestum áhyggjum og vera svona mest áfallið það var ekki framganga bankamannanna eða bankastjórana við kannski vissum ekki nákvæmlega hvað þeir höfðu gert en okkur grunaði, það var margt að því komið fram. Það sem að mér finnst lang alvarlegast í skýrslunni, það er í rauninni hvað ríkisvaldið og stofnanir þess voru máttlausar. Fjármálaeftirlitið, það í fyrsta lagi þá starfaði það við erfiðar aðstæður, bæði vegna þess að bankarnir sópuðu til sín starfsfólkið þaðan, stjórnmálamenn voru andsnúnir því. Það eru í 2 stjórnarsáttmálum á þessum tíma að þá er öfvísu tekið fram að það er svona styrkja eftirlitið en það megi ekki verða íþyngjandi fyrir bankana. Nei, það megi ekki verða íþyngjandi. Nei. Og þetta segir kannski meiri sögu heldur en að virðist í fyrstu. Og þess vegna var sem sagt hlutverk fjármálaeftirlitsins að því var ekkit sinnt og Seðlabankinn hann minnst að kosti á að hafa líki hlutverki að tryggja hér fjármálalega stöðuleika og hann á að ásamt fjármálaeftirlitinu að náttúrulega huga svona kerfislega mikilvægum bönkum eins og þessi 3 bankar eru kallaðir og auðvitað vann
Seðlabankinn mikla vinnu. Það voru fundir og þeir töluðu við menn í útlöndum og þeir hittu stjórnmálamenn og þeir töluðu við fjármálaeftirlitið. En af einhverjum ástæðum að þá beittu þeir ekki þeim tækjum sem þeir höfðu þó. Og mér finnst eðlilegt að spurja sig af því okkur það var ekki gert. Það virðist vera að þeir hafi, eftir 2006, þá hafi þeir bara hreinlega ekki þórað það. Vegna þess að ef að það spyrðist út þá myndi bankarnir bara fara koll og þeir, treystu sér allavega ekki til þess að gera það. Það má hins vegar sjá að margar þær aðgerðir sem að til að mynda breska fjármálaeftirlitið greip til dæmis Kaupþingi og Frýdlander bankanum, að þær gengu fullkomlega upp og ollu ekki neinum vandræðum. Og ég hygg að alveg sama hefði gerst hér ef að menn hefðu unnið skipulega. Svo ofan á allt saman að þá ríkisstjórnin sjálf þannig að hún bara sinnir ekki hlutverki sínu með það fyrstulega að móta stefnu í þessu. Það mjög sérkennilegt að allan þennan tíma, sérstaklega síðustu 2 árin, að þá aldrei rætt í ríkisstjórn að fullri einurð og alvöru vanda bankakerfisins. Þeir vissu hver var vandinn, það að segja forsætisráðherrann og fjármálaráðherrann. En það var ekki talin ástæða til þess að bera þetta á borð innan ríkisstjórnarinnar þannig að menn getur tekið sameiginlega ákvörðun þetta þar. Eða mótað einhverja stefnu til þess að reyna að finna leið út úr þessu. Viðskiptaráðherrann, hún bara hreinlega haldið utan við atburðarásina lengi vel og þetta er alveg óskaplega sérkennilegt. Já, þú talar að menn hafi síðan verið ofurseldir úreltir í þjóðernishyggju. Já, svo ofan á allt saman, ofan á allt þetta, þá verður nú forsetinn, hann verður eins konar svona klappstýra útrásarinnar og mér sýnist í því sem að hann segir það sem hann að halda því fram að við séum svo óskaplega miklu betri en aðrar þjóðir í að reka banka og stunda viðskipti sem að eru náttúrulega bara venjulegar firrur sem að menn vildu trúa sjálfa sig. Og svo kemur það í ljós að sem sagt ríkisstjórnin og Seðlabankinn viðurkennir það líka að þeir lítu alltaf á sjálfa sem í liði með bönkum og þeir vildi ekki sem sagt láta uppi ákveðnar upplýsingar til útlendinga af því að þeir lítu ekki á sig sem eftirlitsaðila gagnvart bönkunum, heldur væri þeir svona bara með þeim í liði. Þetta væri svona ákveðið stolt þjóðarinnar og það ætti ekkert að draga neitt úr því. Þetta er alveg fráleitt að sem sagt Seðlabanki, ríkisstjórn og eða fjármálaeftirlit, það nú reyndar virðist nú ekki vera með það, kemur ekki fram með það sem ég hef séð að það hafi verið illa haldið að þessu. Og þetta held ég svona einn af þeim þráðum í þessar atburðarás sem að ýmsu leitinu eftirtakanlegur. Það eru svo aðrir hlutir þarna. Það eftirtakanlegt til dæmis að ég held að vera í maí 2008 þá skrifar íslenska ríkið undir samning við Seðlabanka Norrænu landana sem sagt að það komi fjármuni þaðan þegar allt orðið lokað. Og þar undir það skrifa sem sagt 3 ráðherrar, Seðlabankastjórarnir 3 og svo 3 Seðlabankastjórar frá Norrænu löndunum. Þetta í þessum samningi kveðið á alls konar aðgerðir sem að ríkið og Seðlabankinn eigi að grípa til sem hluta eða skilyrði fyrir því að þeir fái þetta fé. Þessi samningur sem náttúrulega, þetta mikilvægt plagg, þetta þýðir alls konar breytingar á fjárlögum og ég veit ekki hverju, hann var aldrei lagður fyrir ríkisstjórn og hann var aldrei lagður fyrir Alþingi. Og hann skýrir, að því ég fæ best séð, prýðilega framgöngu Norðurlandana núna gagnvart okkur að þeir vilja við klárum okkar mál áður en að þeir fara að setja meira fé til okkar
Svo endar annar þáttur í þessum samningi sem að hefur hvergi verið ræddur svo ég viti og hann sá að í þessum samningi felst ákveðið valdaafsal íslenska ríkisins til þeirra norrænu og ég ekkit viss að þetta ágæta fólk sem undir samningin skrifa hafa haft heimild til að gera þetta. En sko, svona svo við zoomum þetta upp að þarna sko erum við með eigendur bankana sem að fá bankana upp í hendurnar á svona frekar skringilegan hátt, láta svo greipar sópa í nokkur ár. Núna samkvæmt þeim sem ákærum sem verið að munu birtast og þessum yfirheyrslum þá sýnist maður nú að það hafi verið stórfullega glæpsamlegt athæfi á ferðinni. Síðan erum við með ríkið sem að gera ekkert til þess að koma í veg fyrir þetta. Já, og það sko ég lít svo á að þessi saga öll sé saga bara ranglæti. Það verið að fremja ranglæti í þessu ágæta landi, annars vegar af eigendum og stjórnendum bankana og æðstu yfirstjórnir ríkisins gagnvart almenningi í landinu. Og þegar sko ranglæta þessari tegund sem að nú sumt að því löglegt sjálfsagt og annað ekki, það kemur til dæmis einu sinni fram, ég held að hafi verið hagfræðingur Seðlabanka sem sagði það, þetta væri óskaplega skrítið, það væri allir að hugsa sko hvað væri löglegt á meðan að ríki væri að fara fram að bjargbrúninni sko. Og þá væri aðalatriði hvort það færi löglega fram að bjargbrúninni eða ekki. En það væri algjört aukatriði að það færi fram að bjargbrúninni. Og þetta eitt af því sem að sko stendur upp úr. Það var nú enginn þeirra aðila úr æðstu yfirstjórn ríkisins sem viðurkenndi ábyrgð fyrir nefndinni. Nei, enginn. Ekki einn. Og ég held að við sko þetta sé eitt af því sem að skiptir verulega miklu máli að maður gleymi ekki þessum þætti í þessari atburðarás. Og þá kannski eðlilegt að maður spyrji sig semst af hverju þetta svona mikilvægt. Ég held að það sé mikilvægt vegna þess að nútíma ríkisvald hefur kannski einn eiginleika umfram flestar aðrar stofnanir og allar aðrar stofnanir í samfélaginu. Það eina valdi sem að hefur rétt til þess að beita þegnanna ofbeldi. Og þess vegna hefur það frá því að það fer að myndast fyrir einhverjum öldum síðan að þá hefur það þá hafa myndast ákveðna hefðir og venjur í kringum það, þrískipti ríkisvald og allt þetta. Mikilvægast sko í okkar stjórnarskrá stendur að allir séu jafnir fyrir lögunum. Og það séu allir seldir undir einu lög. Við hugsum yfirleitt ekkert út í það til þess að við sko getum verið seldir og seld undir ein lög, þá verður ríkið að vera sko valdamesta stofnunin í samfélaginu. Ef að það það ekki, ef að þetta klúðrast, þar að segja að það fara, við getum verið með sko lögreglu Jóns Ásgeirs og lögreglu Bakkavarabræðra og svo kannski þá þriðju, að þá myndum við nú sennilega enda eins og sko ríkin sem að ekkert geta nú orðið, það sem allt kaos. Og ég held að sko þessi styrkur ríkisins sé þess vegna miklu mikilvægari heldur en að við venjulega áttum okkur á, og svona atburðir þeir sýna almenningi fram á, held ég, að sko síðustu 2 eða 3 árin áður en að hrunið kemur, þá ríkið ekki valdamesta stofnun samfélagsins. Þá það bankarnir. Vegna þess að ríkið þorði ekki að gera neitt. Nákvæmlega, já. Og hvað þýðir þetta? Þetta þýðir það að valdið, það flyst til. Og ég held að sú staðreind sé sko bara algjörlega ólíðandi fyrir nútíma lýðræðissamfélag, af því að ríkið nefnilega í okkar þjóðskipulagi lýðræðisleg samkoma og lýðræðislegt afl sem að bankarnir ekki. Og þess vegna verður ríkið að vera sterkasta einingin og sterkasta stofnunin í samfélaginu og verður að ráða við bankana. Þetta held ég að sé sko svona eitt af því sem að kannski aðal ástæðan fyrir því að þegar fólk fær á tilfinninguna að það hafi eitthvað rofnað, eitthvað gerbreyst, þá held ég að þetta sé ein ástæðan að það að segja ríkið,
það bara allt í einu blasir við að það hegðaði sér eins og það bara réði ekki því sem það í rauninni ætti að ráða. Þannig að svar þitt í rauninni já, að samfélagssáttmálinn rofnaði. Já, það eru ákveðnir mjög mikilvægi þættir sem rofnuðu. Svo eru svona aðrir hlutir í þessu sem að birtast nú í þessari skýrslu. Það er lítilsvirðing til dæmis við sérþekking og fagþekkingu í að byggja upp ríkið sem og að nota þessa þekkingu til þess að stýra ríkinu. Já. Það er til dæmis alveg ljóst að skipulegar aðferðir til þess að stýra ríkinu, þær að hluta til bara fundust ekki. Nei. Þannig að virðing okkar fyrir ríkinu, það er skiljanlegt að virðing okkar fyrir ríkinu er ekki meira en hún er á þessum tímapunkti. Já, ég held reyndar að þessir atburðir séu kannski alvarlegasta áfallið sem íslenskt ríkisvald hefur orðið fyrir frá því við verðum sjálfstæði 1918. Þannig að það á ekki engan að undra að þetta sé þetta skapi verulegan óróa í samfélaginu, þessir atburðir og allur eftirleikur. En þá er það eins og þú segir, það er mál okkur að byggja upp aftur þetta samfélag, þetta traust, án þess að skera burt það sem er gott. Já, við hefum ekki að segja að þetta samfélag, það hafi verið alvont. Það var ýmislegt mjög gott það. Ég held til dæmis að það nýja samfélag sem við viljum hafa, þar séu til dæmis svona hluti, auðvitað viljum við hafa frelsisregluna sem grunnreglu. Auðvitað viljum við hafa jafnræði og jöfnuð sem grundvallaratriði. Ég held að það sé bara engin ágreiningur það. Ég held að það sé fyrst og fremst að þeir sem að kannski ábyrgð báru á þessu, að þeir það sé alveg, þeim verði bara gert ljóst að þeir geti ekki vænst þess að þetta verði afleiðingarlaust, og þegar við höfum farið í gegnum þann feril, þá held ég að samfélagið hafi kannski hreinsast svolítið og við getum þá farið að hugsa hvað viljum við varðveita úr þessu samfélagi sem við höfum og höfðum. Það er hins vegar verulega hætt á því, eins góð og þessi skýrsla nú er, þá getur hún getur bæði haft æskilegar afleiðingar. Það er að segja, hún getur hreinsað meinsemdirnar og við getum byrjað að bæta okkur og laga hluti. Hún getur líka valdið ákveðnu valda tómarúmi. Já. Þar sem við fáum svo loddarann og lukkuriddarana hvern á fætur öðrum. Og við, held ég almenningur í landinu, við þurfum að vera svolítið vakandi fyrir því að við fáum það ekki. Á Ítalíu, þá tók þetta 4-5 ár frá því að Kristilegi demokrataflokkurinn hrundi og þangað til að Silvio Berlusconi var tekin við. Og þá voru popúlistarnir mættir að spila. Þetta geti alveg gerst hér. Guðmundur, það er margt í þessu og en ég þakka fyrir að koma til mín á Norðan. Mín var ánægjan. Við höldum hér áfram og tölum þá við mann sem er af þeirri stórmerku ætt Habsborgara sem að einu sinni ríkti yfir Evrópu. Þetta var stórum hluta hennar.